komin góðu gestur til okkar, Ragnar Baldursson, Kínafræðingur, nú prófessor í kínverskum fræðum við háskóla í Kína. Þú hefur verið að dvelja í Kína núna í vetur, fórst hérna einhvern tímann í vetur. Þetta hefur rætt síðast hersýninguna sem var haldinn og Pútín og fleiri góðu gestir komu og fylgdust með. Já, ég man eftir að vera rétt aðeins. Ég held eftir, það hefur kannski verið eftir þáttina. Við rættum það rétt aðeins að það myndi vera fróðlegt að fylgjast með því. En þá, það var 1. október, síðlið haust og hérna þá var ég farin sko og hérna síðan sá ég brot úr þessu. Segðu mér að því að þú dvelur mikið í Kína. Þegar þú kemur til Íslands er það þitt annað föðurland eða ertu að koma heim? Ég er að koma heim, en svo þegar fyrir til Kína þá er ég líka að fara heim til fjölskyldu konurnar minnar. Þú lítur að vera ansi vel settur þar ef þú ert prófessor í kínverskum fræðum. Er það ekki svipað og væri hér einhver prófessor í norrænu fræðum sem væri frá Kína eða? Jú, það má segja það sko, en ég er prófessor í sínológíu raunverulega. Kínversk fræði, það má skipta því tvennt, annars vegar kínversk fræði sem er upprunnin og sprostin upp í Kína og síðan er það sínológía sem að þýðist á íslensku líka sem kínversk fræði, en hún fjallar eiginlega það hvernig útlendingar sáu Kína fyrir á öldum svona upp úr því þegar jesúítarnir voru að fara fyrir svona 300 árum og þetta er vestræn fræði Kína. Já, eiginlega vestræn fræði hvernig hægt sé að skilja Kína, þessi er svo öðruvísi og viðmununin er Vesturlönd og markmiðið raunverulega var að breyta Kína, siðmennta Kína. Lagaða. Já, lagaða til þess að þið fara að trúa Guð og hérna eru lýðræðislegir eða rússarnir, þeir vildu gera það á sovjerska, þannig að búa til sko einhver vestræn samfélag og kínverska samfélagin og kínverjandi fjallar svolítið fyrir þessu. Sem að væri þá leið fyrir þá til þess að fikra sig í því að verða vestrænir. Það eru þetta afsökunum fyrir heimsvaldarstefnunu uppálega. Hvað gera menn við þetta í dag? Menn eru náttúrulega fullu við þetta í dag, eða ekki kínverjar? Já, kínverjarnir hafa loksins á síðustu, ég má segja, á síðustu 5-10 árum þá er átt að segja á því að það er ekki markmið og Vesturlönd eru allir átt að segja á því að Kína er ekki að breytast í einhvers konar framtíðarútgáfu eða fortíðarútgáfu af Vesturlöndum. Þeir eru ekki að breytast í Vesturlönd. Þeir eru fara sín eigin leið og þeir læra heilmikið af Vesturlöndum og taka upp ýmislegt frá Vesturlöndum og sem það þykir gott. En þau einkenni sem við höfum hort á og verða augljósari eiginlega bara með hverjum degi sem líður á kínversku samfélagi eru að það er ekki vestrænt samfélag. Þegar Kína ákveður fyrir 10 árum að nú ætla þeir að fara grænuleiðina, þá hvarflaði ekki að neinum ekki þeim heldur að þeir sjálfum að þeir myndu taka leiðsögnuna fyrir þá ferð og framleiða rúmlega helmingin af öllum gróðurvænum eða umhverfisvænum bílum, rafmagnsbílum og helmingin öllu sólaraflöðum, vindmyllum og kastu þessu sjálfur í framkvæmd. Það hvarflaði ekki nokkrum manni og ekki þeim heldur. Nú, en hvað sáu þeir fyrir? Að þeir myndu drattast á eftir Vesturlöndunum? Já, hvernig er hægt að segja eitthvað svona eina þjóð? Við sjáum ýmislegt fyrir, við Íslendingar sjáum ýmislegt fyrir, við sjáum það fyrir að færðum ekki sjúkrahúsið og myndi ykkur að lausna á því fyrir 20-30 árum að einhvern tíma myndi þetta stefni óefni en við gerðum það ekkert og við höfum talað um einhverja sundabraut í eitthvað hálfa öld eða eitthvað og við gerum þetta ekki, við bara tölum það. Það gerir eitthvað í húsnæðisvanda Íslendinga en það sem er alvarlegasta vandamáli líklega. Sem er ekki gert. Nei, og svo er útreiknað hvað þurfi mikið húsnæði og svo er leitað til markaðarins og svo að vera þróun einhvern veginn svolítið öðruvísi að því byggust við og hérna svo koma fyrir ófyrirsjáð vandamál og svo framvegir. Þessir hlutir, þeir gerast ekki svona í Kína. Þeir raunverulega
virkja samfélagið í þá ákveðna markmiða sem þeir því að ná og það sá hluti sko, það er það sem við mjög erfitt með að skilja. En þetta að segja að Kína sé undir stjórnvalda sem að bæði hafa vilja og mátt til þess að þróa samfélagið þannig að það gagnist sem flestum. Það má orða á svoleiðis, fer eftir hvaða orð við notum til að lýsa því, en stjórnvöld ákveð ekki sko, hugsanir almennings eða hvert hegðun almennings að mörgu leyti. Það er hérna ein leiðin til að lýsa sko, það er margar leiðir til að lýsa mununum á hvernig Kínverjar er að hugsa og Vesturlandabúar, en ein leiðin er að taka dæmi um Þjóðverjan sem er í þorpi og það er rautt ljós þar og hann stoppar þar og hann fer ekki yfir ljósi. Hann fer ekki yfir rauðu ljósi, bara fer ekki yfir rauðu ljósi. Íslendingur gerir það. Kínverjar alveg örugglega. Þeir Mér fannst það þegar ég bjó í París að frakkarnir bíð eftir rauðu ljósinu til þess að fara yfir. Já, það er mjög sérstætt þetta. Þeir fara helst ekki yfir á grænu. Já, það er hérna, ég með þjóðareinkenni líka. Sko, þannig að það er þeir hugsa ekki, sko, engin þjóð hugsar þar hugsanir sem stjórnvald ætlaði að hugsa, ég meina í Bandaríkjunum er það að hugsa menn ekki þar sem Trump ætlar þeim að hugsa sko, og ég vil ekki hans eigin stuðningsmenn, hann eiginlega eldir það frekar en hitt. En sko það er þessi hæfileiki að geta virkjað krafta samfélagsins í þá einhverja markmiða. Markmiðið græna þróun við Vesturlandabúar sögðum Kínverjum frá því. Það er þúsandar markmiðin og þessi fundir þarna í lok seinustu aldar þegar Gro Harlem fann upp hugtakið sjálfbæra þróun og fann upp, hún allavega fiskaði það upp og talaði það og síðan að mér svona miskilast og ég hef talaði sjálfbæra olíuþróun líka, sko, þannig að það er ýmislegt sem menn hengja á það. En Kínverja þegar þeir ákváðu að skiptum gír og fara þessa leið, nána tiltekið í raunulega, ég var í Kína þenn tíma 2013, að þá var sett inn í kínversku 5 ára áætlanirnar efnahagsþróun, þá var sett inn nýtt ákvæði sem var að það yrði að vera grænt. Þetta öll efnahagsáform og líka samfélagsáform, allar áætlanir og sviðir efnahags- og samfélagsmála yrði að vera grænar. Og þetta græna hugtak sem græningjarnir í Þýskalandi notuðu líka að það má segja að það sé umhverfisvænt og samfélagsvænt. En er ekki munur sá að Kína hefur stjórnvöld sem hefur afl til þess að einhver geti sett þröngu að þessari stefnu upp á samfélagið. Já. Á meðan að þú varst að segja að í Bandaríkjunum þurfi ekki allir að vera sammála á Trump og þar er enn sem komið litið á það sem eitt höfuð gildi í samfélaginu að fólk megi vera á móti Trump og að það hafi rétt á að tjá sig, það hafi rétt til þess að reyna að breyta stefnu Trumps með því að hafa hátt, en ekkert af þessu er í Kína. Það fer eftir hvað átt við að hafa sem þetta vera sammála eða ekki sammála vegna þess að það var allir rétt á að hugsa og segja það sem þeir velja kínversk stjórnvöld í Kína. Ég vil þótt fólk haldi það sé öðruvísi. Fólk talar algjörlega mjög frálslega þegar það heitir einhverja útlendingar svo framvegis. Það má ekki skipuleggja sig gegn ákvörðunum stjórnvalda. Það er allt annað. Það er að skipuleggja sig og hefja til dæmis söfnunarherferð og kalla fólk saman á fundi þar sem einhver ákvörðun mótmælt. Það er ekki hluti af kínverska málfrelsinu heldur að segja og hugsa það sem þú vilt og ef þú ert að fara á... Fundinir upp í Grafarvogi þar sem íbúarnir eru að andmæla Sundabraut, að þú nefndi það. Já. Þeir verður bannaðir í Kína. Nei, reyndar ekki alveg svoleiðis. Það er, ég hef sjálfur verið á grenndarfundum þessari tegund og það var verið að leggja braut eða breyta eitthvað gatnamótum við á svæðinu þar sem ég var og þá röltu menn sér niður á lögreglustöð og báðu fund með skipulagsyfirvöldum þetta slemma mála. Það skildi vera að gera svona án nægileg samráðs og þá náttúrulega komið ljós að hafði verið eitthvað samráð á netinu eða eitthvað.
En svo endalega kom sko einhver frá yfirvöldum og ræddi við almenning, ræddi við hópinn, við fulltrúa, sagði að þið getur verið 3 eða 4. Ég var á einu svona fundi mér í sig og þá var talað bara við þessa steklinga og lofaði því að þetta yrði skoðað og farið og vann í þetta og svo framvegis og svo í Kína þess að þeir hafa notað þegar eftir að samfélagsteknin og netið kom til að þá hafa allstaðar verið settir upp svona vettvangar þar sem fólk getur viðrað síðan skoðanir og komið á framfæri upplýsingum, bæði spillingu og misferli embættismanna og þeir verða að gera undir nafni og það er símtal, það er sími sem allir, það er símanúmer sem allir pekingabúar og allir í öllum borgum núna í Kína geta hringt í síma og fengið viðtal við einstakling, lifandi einstakling, ekki tölvu, og komið á framfæri athugasemdum við eitthvað sem misfer. En þeir gera undir nafni og það er alltaf athugað og það er alltaf kannað og það er alltaf hringt á samband eftir á til að athuga hvort að til dæmis að staðaryfirvöld sem bara hverfistjórnin hafi gert eitthvað í málinu og ef það hefur ekkert gert í málinu að þá krossað við og það hefur áhrif á frama viðkomandi embættismanna að þeir hafi ekki gert neitt í málinu. Hinn bóginn. En ef ég myndi hringja inn og segja að Xi Jinping væri að afvegaleiða þjóðina, það væri engin hittnun á jörðinni af mannavöldum, jörðin hafi farið í gegnum alls konar hitarsveiflur í gegnum tíðina og þetta væri eitthvað sem að glóbalistar í Davos væri búin að tekna upp og okkar ágæti leiðtogi hefði fallið fyrir. Ef ég myndi tala svona, er ég þá fjarlægur? Þú er ekki fjarlægur, en ég er ekki viss, sko, það er því staðaryfirvöld ekki beðin að gera neitt í þessu máli. Það er ekki eitthvað sem snertir Þetta var ég hvart yfir aðsta embættismanninum. Já, það er því, sko, í raunin ef einhver gerir þetta á einstaklingur þá held ég að sé nú ekkert sem gerir sérstaklega. Það er ef hann fyrir að breiða út svona áróður á eigin netmiðlum og skrifa með þessum hætti að þá er miðlum að skipuleggja sig. Já, og dreifa sögursögnum einhverjum frásögnum sem eru taldar geta valdið óróa. Það getur líka verið uppsvinni frá rótum eða það getur líka verið eitthvað sem er satt. En það er stoppað, sko. Það er bara, netið bara lagður niður, þú nekkjast ekki samband. Byggir þetta á því að samstafan sé álitin mikilvægari heldur en það að þú getur svona rótað einhverju upp í vonum að Þetta er ekki rétt nálgun á þessu. Rauninni er afstæða almennings og hlutverk ríkisins að það virkar eins og útvíkuð súperfjölskylda og staða landsföðusins er landsfaðir. Það er eins og þú ferð ekki út í bæ og segir pabbi var að lemja mömmu. Og þá Því miður, það hefði nú verið betra að fólk hefði gert það á árum áður. Nei, það er... Því að þú heldur náttúrulega ofbeldinu en ég segi ekki frá því. Já, en það sem rétt viðbröð er að fá hann til að hætta lemja mömmu. Ekki að dreifa áróðurinn út allt gegn föðunum, heldur að reyna að laga þá þessi viðkvæmu samskipti. Þannig það er viðbröðin. Ekki að dreifa því sem víðast og í rauninni er mælikvarðinn eitthvað sem vekur óróa eða skerðir samfélagssáttina að það er ekki leyft og það er ekki leyft ekki með aðferð byssuvaldsins eða ekki með aðferð ofbeldis, ekki með lögreglu sem er send en heldur frá einhverjum sem frá þá eða einhver sem er sko í rauninni þegar fólk vill vekja athygli á sér með þessum hætti að þá er það að sækjast eftir því að það verið tekið eftir því og þá koma einhverju að tala við það. Það eru reglurnar sem allir vita í
Það er ekki reglur sem allir við, það er bara aðferðina sem allir þekkja. Hérna óskráðu reglur að ef ég gerir þetta þá mun verða að banka hjá mér. Það fyrir eftir því hvað það var alvarlegt. En þú mátt ekki það er ákveðna reglur, ákveðna lög, þú mátt ekki skipuleggja því, þú mátt ekki skipuleggja, það er reyndar í mörgum ríkjum og ég hugsa að það sé nú hér á Íslandi líka ef við höfum nú gert tilraun til þess að stoppa einhverja 2 unglinga sem ætluðu að hérna voru að leita upplýsinga ferðir lögreglu og svo framvegis. En það var ekki lögulegt á Íslandi, þú mátt ekki ganga svo langt að þú látur í ljósa að þú ætlir að fara að tala um það í síma, jafnvel við vinninn að þið þurfa að láta til skara skriða gegn lögreglunni. Ég veit ekki alveg hvernig það fór, sko. En fleira sem einstaklingur má tjásu á Íslandi heldur en í Kína? Það fyrir eftir hvernig það tjásu og það raunin má fólk segja hvað sem er við vinni sín og hvernig ekki. Ef það axlar ábyrgð. Já. En ef að ábyrgðin kemur fljótt, ef þú drukkaður eða þú fær afleiðingar af því sem þú segir mjög flott og þú segir lítið, þá er það náttúrulega ófrelsi. Ég er ekki að hátóga, Ragnar, hér er bara að reyna að skilja munin á samfélaginu. Hugsunin er algjörlega önnur. Afstaðan til ríkisins er að það sé ekki á móti þér. Afstaða Íslendinga almennt og Vesturlandabúa er að ríkið var skapað sem kúgunartæki til að halda almenningi niðri. Það er misjæft. Já, það var til dæmis í Svíþjóð kannski svona 1970 svona hugmynd að þetta væri ríkið okkar. Já, það er svo hugmynd sem Kínverjar hafa haft í höfuðdráttum frá forsögulegum tímum. Svíjarnir, þetta var tiltölulega nýtilkomið, Svíjar voru ekkert beinlínis barnanna bestir á miðöldum. Svo náðu við völdum sem er þá alþýðan og þar með gátum við hugsað okkur að ríki væri að þjóna okkur en ekki til að kúa okkur. Það er sem velferðaríkið, að það er mjög svipuð hugmynd eins og er í Kína, nema velferðaríkið er nýtilkomin hugmynd á Vesturlöndum. Ég hugsa á þegar ég horfa á söguna þá er ég ekki að horfa til síðustu 10 eða 15 eða 30 eða 400 ára. Sko. Ég horfi alveg aftur til Rómaríkis og aftur til forsögulegra tíma. Ég held að til þess að skilja þann mun sem er á menningu Vesturlanda og hérna á milli jafnvel einstaka Vesturlanda og Kína og Japans og hérna annar ríkja síðan og þekki sjálfur ekki mikið til en til þess Bandaríkin. Bandaríkin hafa hvað? 250 ára sögu sem núna eru þeir að halda upp á það og það er náttúrulega ekki bandarísk siðmenning, hún er brotakend, hún er eitt af þessum stóru vandamáli sem náttúrulega hrjái Bandaríkin er hvað menningin er brotakend á sér ólíkan uppruna þannig að það einkennist frekar á átökum og hvernig hún var til hófsmóðbeldi. Já, þannig að það hefur ákveðin áhrif á ekki bara ákveðin, það mótar nútíma sögu og við verðum að þegar ég skoða nútíma sögu þá horfi ég mjög, mjög langt aftur í tíman. Ég ætla ekki að Hárþór, þú nefndir dæmið að pabbi er að lemja mömmu og að ég reyna að skilja hvernig kínversk samfélag tekur öðruvísi á hlutum heldur en við í Vesturlöndum. Maður gæti séð fyrir sér að einhver segir að pabbi sé að lemja mömmu af því hann lítur svo á að pabbi sé að taka þátt í þetta sé ekki bara persónu brot hjá honum, þetta sé byggt upp á einhverju svona niðurbrotið persónuleika hans, heldur sé hann að ganga inn í þekkt hegðunarmunstur sem er inngróið í samfélag okkar og til þess að pabbi hætti að lemja mömmu þá verðum við að taka á því sem félagslegu vandamáli, taka á einhver getur sagt eitarið kallmennsku, einhver getur sagt feðraveldinu, einhver getur sagt valda ójafnvægi í samskiptum fólks og þarfandi göttunum. Þess vegna væri það raunverulega gáfulegt af mér að tala um það í almennri umræðu en ekki bara sem persónulegt vandamál og hringja í eitthvað sem ætlar að koma og tala fyrir pappa. Ég held að þetta sé nú svolítið viðkvæmt vandamál. Í Kína, Kína er nýkomið úr bandasamfélaginu og
heimilisofbeldi í litlu, náttúrulega Ísland hafði enga borgir eða þorp. Þannig að ef það voru eitthvað vandamál í fjölskyldunni, þá vissi allir það í fjölskyldunni. Og hreppstjórinn og þeir sem hreppstjórinn og sýslumaðurinn og presturinn sérstaklega, þeir vissi allir það og þeir gefðu þetta gengust í málið. Kína var náttúrulega mjög fjölmennt samfélag snemma, margir milljónum manna sem byggu þarna, en skipulagið var þorpssamfélag og þú þekkir alla í kringu þig. Og þetta samfélag var raunverulega þá í gildi þegar ég kom til Kína 1970, þá er meirihluti yfirgnæfandi meirihluti íbúa Kína byggu í sveitum og jafnvel þeir sem voru í borgunum að þeir voru skipulagðir eða byggu í eiginlega þorpum innan borgarinnar, að segja þessar stofnanir sem voru hjá voru eiginlega skipulagðir þorp. Og þá voru vandamál sem komu upp að það vissi allir þau og þá var það reynt að leysa það af hverjum flokknum, það er að segja flokksfulltrúum og sem voru þá þeir sem í Kína er það ekki flokkurinn sem tekur ákvarðanir vegalagningu eða eitthvað slíkt, það er ríkið, það er tvískipting valds í því, það er ríkið. Flokksfulltrúarnir þeir virka svolítið eins og í gamla daga það voru fjölskylduráð í þorpunum þar sem málefni eins og að einhver íbúi fjölskyldunar var að alltaf frá hjá konunum sinni eða það hefði hlaupist á brott eða hann fékk lánaði peninga og skilaði þeim ekki og svo framvegis og þá voru öldungarnir í þorpsráðinu sem fjöllum það og það er eiginlega hlutverk flokksins á grassrótaplaninu í Kína. Þannig að þetta er eitthvað, nú náttúrulega 1 af hverjum 10 íbúum í Kína, hann er félagi flokknum, cirka 1 af hverjum 10 eða 11 og það eru svona flokksdeildir í öllum þorpunum og eftir því sem ég kemst næst, það er ekki verið að fjalla mikið út á við hvað þeir eru að ræða á flokksfundunum en þeir eru að lesa tilkynningar stjórnvalda hvað ætlast sé til að almenningur sé að fara að gera eða hver næsta 5 ára áætlun og svo framvegis, það er eitt. En hitt og megin verkefni flokksins er að fjalla að leysa úr persónulegum vandamálum. Þeir gera þetta. Við höfðum prestinn til þess í okkar samfélagi. Á alla fjarað út, höfðum það kerfi kannski? Ég veit ekki, það er svona leifar af því. En nú höfðum í Afríku höfðingjakerfið virkar ennþá og við hliðin á veiku ríkisvaldi sem er kannski ekki nema herinn og lögreglan. En gamla höfðingjakerfið eiginlega sinnir öllum svona félagslegum þáttum og öðru slíku, er svona heldur utanum hinn óformlegu samskipti líka. Þannig að flokkurinn í Kína er ekki yfir ríkinu, heldur er hann líkar því að sveitaprestinum. Nei, það er nefnilega ekki svolítið. Bræðralag múslima. Það er akkurat dögt. Þannig að flokkurinn er sá sem kýs sína leiðtoga. En hans verkefni Hans verkefni á daglegum en þeir fjalla líka þeir vinna flokkurinn sem held líka á það er flókið fyrirkomulega og þeir eru með kýrt einstaklega þeir færast á milli deilda, þeir færast á milli fyrirtækja, þeir fara inn í ríkið, þeir koma úr ríkinu og aftur inn í flokkin og eru nokks konar eftirlitsvald sem horfur í öxlin á þeim sem vinnur hjá ríkinu og ríkið horfur í öxlin á þeim. Þannig að það er líka fyrir hendir. Þetta er mjög flókið kerfi og það en þetta hefur ákveðna samsvörun úr Kína gamla tímar frá bara fyrir 100-300 árum og alveg til forsögulega tíma og það er þeir sem tóku að flokkurinn aðstæðleiðsfólk fólksins sem tók ákvörðum að fara að græna þróun. Það var það voru flokkurinn fyrst. Svo var það fært yfir til ríkin. Ríkið er framkvæmdavald. Flokkurinn pólitískt vald. En svo er pólitískur miðill eða það er alþýðuþingið. En það er á vegum ríkisins og svo er annars sem þetta er pólitískt
ráðgjafa þing sem að fá vaxandi völd aftur og eru svona meira bein samsvörun við gamla ættarveldið að það eru fulltrúar fyrirtækja og líka frá flokknum og svo framvegis þeir eru í því og það var stofnað áður en Alþýðuþingið var stofnað. Alþýðuþinginu eru bara kommunistar. Þetta er ríkisbatteri. Það er Kína mjög stórt land og það er mjög flókið kerfi. En ákvarðanir það að til dæmis að hefja umbætur eða umbreytingar samfélagsins og segja bara við erum búin að reyna allt mögulegt. Við erum búin að reyna sovjeskan kommunisma, það gekk ekki. Við erum búin að reyna Vesturlanda vestrænt lýðræði, það hrundi. Við erum búin að reyna japanska útgáfu af virðulegum keisara sem kemur ekki nálægt valdinu og herforingjar stjórnaði þessi stað. Þetta var líka að prófa og það gekk ekki þessu og nú skulum bara prófa að leyfa fólki að gera það sem það vill og það var eiginlega umbreytingarnar, fyrsta skrefið í umbreytingum í Kína sem hófst það leiti sem var að ljúka námi 1979. Þetta er ekki alveg eins og þetta hljómar á Vesturlöndum að leyfa fólki að gera það sem það vill. Hljómar svona bara eins og eitthvað 68 kynslóðin. Já, það var svolítið hippalegt. En þú ert að lýsa kerfið þar sem að flokkurinn er eiginlega með nefið í hversmannskoppi. Já. Það er líka pabbi og mamma er með nefiðin í hafa mikla ráðgjur af börnunum sínum og fylgjast með því. Börnin flytja heimann til þess að geta fullorðast. Já, í Kína þá flytja þau síður að heimann, sko. Þau eru fjölskyldan í Kína, nöfnin í fjölskyldunu yfir til dæmis systkinabörn, sko frændi og frænka á 5 útgáfur af hverju, fyrir eftir hverju móðursystir eða föðursystir, hvort að það er eldri bróðir föðins eða yngri bróðir, Bobo eða Jojo, sko það er allt önnur orð. Þannig að það veit og Hvert nafn hefur sitt hlutverk, þannig að ef að þú ert yngri bróðir, yngri föðubróðir, þá hefur þú tiltekið hlutverk í lífi barnsins. Já, þannig er það. En svo náttúrulega erum við komin inn í nútíman þar sem til þess einbyrna fjölskyldan einfalda þetta kerfi mjög en nú eru það náttúrulega að breytast aftur og börnin eru þeim kemur væntanlega til með að líklega til með að fjölga aftur en og svo náttúrulega þegar kemur ættingi í heimsókn sem við höfum ekki séð áður þá félur barnið sig yfirleitt og segir, hvað hjá kallan? Hver er þetta? Og svo farðu og segðu halló við Jojo eða halló við Bobo til hvort það er eldri eða yngri bróðir föðurðins eða Dagu elsta systir móðurðinnar. Við þurfum að koma með svona kerfi sem væri fyrirverandi kona stjúpa móðuðinnar. Sko það er náttúrulega, síðan eru samfélagin að breyðast og það er líka að gerast Kína þá er stóru vandamáli sem þeir standa frammi fyrir eru auðvitað fólk hætt að deyja á skikkanlegum tíma það lifir þarna fram eftir öllu til lifir af eitthvað eins og þegar þú lentir á sjúkrahúsinu kemur aftur til fullu fjöru og eftir að lifa í 50 ára enn og einbirni þarf að sinna 2 öldruðum foreldrum sínum sem að mörg systkini sáum áður og stór samfélag. Það er stór samfélag og breytingarnar eru miklar og þetta er það sem er verið að fjalla til dæmis í bara sjónvarpsþáttunum það er kínversk og það er mikill þegar þú horfir á sjónvarpsefni eða ferð í leikhús eða eyðir hálftíma á mótnana í að skoða hvað hefur gerst í heiminum eða hvað vinir þínar hafa sagt á samfélagsmiðlum að þá ert að móta heilanöður. Þú heldur þú sért að gera eitthvað annað, þú sért að móta það sem þú skoða, þá hefur eitthvað ranga hugmynd það hvað samfélagsmiðlinn gerir. Þú ert að raunverulega taka inn upplýsingar og heilin breytist á grundvelli þeirra og síðan gerir eitthvað breytið í hvernig hegðun þín er.
Og þetta gert, í Kína þetta gert mjög meðvitað. Og taka inn skilgreiningar á breyttum heimi til dæmis. Já, í Kína þetta gert mjög meðvitað. Þar eru stjórnvöld að ýta mjög undir og fjármagna efni fjölskyldulíf, vandamál sem kom við fjölskyldulífi, lausnir sem eru jákvæðar í fjölskyldulífi, það sem til dæmis ef það eru hjónabandserjur, samskipti við tengdamóður eða systur tengdamóður eða allavega, allavega svona tengsl og það er alltaf, markmiðið er alltaf að reyna að benda fólki á lausnir og hvernig það sé að leysa það. Og í Kína þá er yfirleitt í kvikmyndum að þá eru þeir sem fara út úr kvikmyndinni eða eru óþokkarnir í kvikmyndinni, það eru fólkið sem er siðferðislega vond. Það er ekki þannig, þó að í veruleikanum sé að þannig og kemur að sé meðvitaður það og hafi fjallað það 1000 ára, hvernig stendur á því sem að svona óþokki lifir svona lengi, að þá svarið þeirra að þú skalt ekki, það þýðir ekki að þú átt að fara að hegða þér eins og hann að vera siðlaus. Þú hefur þá enga mælikvarða annan á þína hegðun en að gera það sem er rétt, siðgæðislega rétt, og þetta er sami áróðurinn. En þessi umræða sem er í þessu þáttum og samfélagsmiðlum í Kína, er hún að reyna að, eins og maður geta alveg séð fyrir sér hér, að það hefði verið betra, að fólk hefði gert þetta, eins og að við ætlum að viðhalda einhverju sem að var, eða er þetta leit að því hvernig við getum hegðað okkur í breyttum heimi? Því að við erum komin á aldur að við munum svona sambærilega breytingar á Íslandi. Stórfjölskyldan var miklu virkari þegar við vorum að alast upp og maður sér það bara af vaxandi einmannaleika og kannski fókusin farið yfir á kjarnafjölskylduna. Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sem við fáum frá Ameríku, þar sem er meiri upplausn í stórfjölskyldunni og fólk flyst fram og tilbaka landið og er oft bara eitt í sinni kjarnafjölskyldu, og það er svolítið lagt mikið á hana að hún eigi kannski sinna því sem að stórfjölskyldan gat áður, sem skjól og sem þroskatæki og sem er nægilegt rými til þess að vaksa, en það er kannski erfiðara þegar þú býr bara 2 foreldrar með einu barni. Já, þetta eru stórum mál. Það er mikið á barni lagt. Þetta er stórum málin sem samfélagið ætti að einbeita sér að. Eru þeir að því í Kína? Þeir eru að því. Og betur en við gerðum á okkar tíma? Já, fyrstulega hafa breytingarna líklega í Kína gerst hraðar, vegna þess að þar eru skilnaðir, það er að vísu það er mjög klár áróður gegn skilnaði eða fólk reynir að hanga saman, jafnvel þó að vegna barnanna oft og vegna afkomenda og vegna þessar fjölskyldu aðstæðana. En það er samt mjög algengt að fólk hafi skilið og það veldur alls konar vandamálum og þá eru fjallaði sér þættir það. En og svo náttúrulega í Kína þá konurnar þær fara á eftirlaunaaldur 50 og karlarnir 55 ára aldur. Og breytingarnar hafa verið svo örar í Kína, það er stundum rætt það að það hefur bitnað á 2 eða 3 kynslóðum barna, vegna þess að foreldrarnir voru aldrei heima, þau voru alltaf að vinna að því að ná þeim markmiðum sem stjórnvöld höfðu sett. Þau voru að vinna fyrir stórfjölskylduna og það var tekið fram yfir þar sem börnin sem voru þá svona lyklabörn, eins og kallað hér. Já, nema held að það nú hús íbúðin hafa nú kannski ekki verið lest endilega. Það er kannski merkingin er svo að börn sem ólust, kannski að ykkur leiti ólu sig upp hvort annað. Já, það er eða nágrann komin í spilið og svo framvegis, því að kona mín er úr svona hjónabandi, hún er foreldrarna voru báðir íþróttakennarar eða íþróttaþjálfarar og unnu að því að bæta fimleika í Kína og síðan var
báðir foreldrarnir voru tíma fimleika þjálfarar á Íslandi og hjálpuðu Íslendingum að bæta sína fimleika. En það geraði vegna þess að kínverska ríkið hefði taldi sig gjarnan geta gert það og svo kom einhverja tekjur til ríkisins. En hún var mikið hjá þá nágrannum og þá var einhver nágranni sem sinnt henni og hluta af ævinni var hún hjá ættingjum sem bjuggu í Suður-Kína, Suðaustur-Kína og Suðvestur-Kína. Hún var hjá föður systur sinni í 2-3 ár og síðan var hún hjá móður systur sinni og hennar börnum í þetta 1-2 skólaár í Suðvestur-Kína. Þannig að það mikil hreyfing og þetta ekki einstakt, þetta bara svona normið. En fjölskylduböndin og tengslinn sem þú kallar til að þau þarna eins og ef... En ekki svona rof í kynslóðum eins og maður geti séð fyrir sér hér og að sömuleyti þekkjum við þetta. Við þekkjum kynslóð foreldra sem að unnu myrkran á milli til þess að tryggja börnunum sínum efnahagslegt öryggi og koma þeim til mennta og allt það. Og svo þegar við erum búin að því að þá segir barnið ég kannski vildi ekkert af þessu. Ég hefði viljað bara vera elskuð og verið velkomin. Já, ég að bara náttúrulega fylgist með þessu og veit hvað að gerast og þetta að gerast hér. Það að gera svipaðir hlutir í Kína en einhvern veginn en það er ekki einfalt að segja bara já flokkurinn kemur og eitthvað svolítið. Það ekki svo einfalt sko. Því að í öllum dæmum það sem ég þekki þá það ættingjar og það eru sem sagt í systkinabörn eru náin, þau kalla hvort annað systkini og fjölskylduböndin eru rosalega sterk og síðan eru böndin þegar yfirfærist til dæmis foreldravaldi yfirfærist á kennara. Ég man það þegar ég var í Ísaskóla þá var ég svo einbeittur að náttúrulega að læra að þá ég kallaði kennaran hvort það var í æfingadeild kennaraskólans, ég kallaði hann einhvern tíðan pappi sko og hann tók eiginlega ekki eftir því sko en svo, ég var svona dandiskamurstulegur og sagði herrðu fyrir ekki að ég var bara að einbeita mér og þannig að það svona eitthvað þegar kennari settur í svona föðurhlutverk að þá gerist þetta svolítið ef þetta ef skólinn góður og bekkurinn góður og þetta endurspeglast í kínverska siðgæðiskerfinu þannig að kennari hefur stöðu föður í því, það að segja að börn og unglingar og frammeittir aldrei að þeir hafa samband, sko kannski áratugum síðan hafa leitað upp í gamla kennarann sinn til þess að halda veislu fyrir hann og hann náttúrulega setti þeir reglunar og í Kína þá hefur kennsla ávalt og í gamla daga þá var á Íslandi og hér þá, ég veit ekki alveg hvenær það hefur breyst en markmið kennslu að kenna siðgæði líka. Við erum með í náttúrulega fermingarundirbúningurinn að þá eru börnum kennt á biblíun eða kennt eitthvað eða ekki prestandir eitthvað að koma til þeirra og kenna og það siðgæði. En svo eru sumir prestandir, þeir fá að ráða þið svolítið held ég þekki það í smáatriðum en þeir auðvitað geta svo reyna að svara spurningum barnanna og þeir geta auðvitað ef ykkur barnið spyr hvað getur nú verið að Guð hafi skapað heiminn á 7 dögum eða 6 dögum og hvíldsjóðu 7. og ef presturinn svarar ég ekki eftir Guði ómögulegt að þá það nú ekki beinlínis til að styrkja siðgæðisvitund eða virðingu barnsins fyrir trúarbröðunum heldur frekar ef þetta svona tákrænt og útskýrir að allt sem verður til að það raunverulega verður til fyrir kærleika eða eitthvað til þess að lögður áherslu á kærleiksboðskapinn
og þú átt ekki að lemja tilbaka og átt ekki að vera vondur og ekki að drepa mann og svo framvegis. Ég hef reynt að benda börnunum mínum á þessi saga segir það að maður hvíli sig þegar maður er búið með verkið, ekki áður. Þetta er bara fín og góð útskýring. En í Kína þá snýrst, þá er náttúrulega engin guði í myndinni en þar er talað siðgæðið og hérna hjálpsemi og í rauninni er hérna skemmtanaiðnaðurinn eða hvað kalla, afþreyingariðnaðurinn að hann snýst þetta í Kína, verulegu leyti. Það er alveg sama hvað spennandi myndin er að hvort hún er stríði eða hvað er að það skal koma í myndinni einhver staðar að vinátta sé mikilvægari en barátta að hérna það ber að hérna sinna börnum og að það eigi ekki að það sé að fara að þetta ef konur degi þá sé það verra sko. Það er tímalaust verra við gerum það ósjálfrátt þegar að fjallar hérna atburði dagsins í dag í fréttum að þá talaðu hvað margir hafa látið og þar að meðal þetta mörg börn og konur. En þetta er auðvitað framtíð sko. Karlmenn fjölga sér ekki einir sér, þeir þurfa konur til. Þetta er sko. En munur á þessu bara Hollywood sem er hérna náttúrulega heldur fram hérna gildi kjarnafjölskyldunar því að vera að hana, heldur fram ólíku gildi lífsins, að það er til dæmis þeir sem að deyja í Hollywoodmyndum er svona kannski svarti maðurinn og einhver sem að vara fullur, til dæmis ef einhver hérna brýtur af sér þá deyr hann á endanum sko. Það er svona réttlæti í Hollywood, Það hefur nú verið svolítið tísku kjent stundum eftir mismunandi tímabilum og stundum var það í tísku að gera sorglega myndir og það voru... Láta hennar góðu degja en... Já og hérna henni vondu sigur eitthvað sko, þetta er svo data eiginlega út, ég held að það hafi ekki verið vinsælt. En ákvörðunin... Ég var að sjá Spielberg mynd sem er náttúrulega kóngurinn í því að vera með þetta sem ég var að lýsa sko þessum að... Já, en það er mynd ágætt, ég held og það er ágættis mynd sem gengur þá í Kína. En það er, svo í Kína er þetta meðvitað og það er ekki einhver lógaritmi eða einhver útreikningur á því hvað selur sem þeir hafa til hliðsjónar, en markmið er ekki að selja og fá hagnað út af myndum, það er ekki aðalmarkmið. Það koma þessu boðskap á framfæri. Já. En er þetta ekki hundleiðilegt að þeirra er svona dreigið frá sögunni og rödd flokksins kemur inn og dregur einhver ályktunum að við skulum vera hérna góð við okkar að blóðir þykkar en vatn? Já, það mætti ætla það og það var það. Maður gat, þegar ég fór þannig til Kína 70 eitthvað þá var hægt að sjá alveg upphæfi myndarinnar af bara hreimnum sem viðkomandi hvort hann var góður maður eða ekki og hvort hann var reykja eða ekki sko, en í dag þá það eru til alveg óhefni mikið af vörum eða svona framleitum sögum sem það eru til svo eitthvað 10 mínútna sábóburur 10-15 mínúta sábóburur eða klukkutíma eða 31 klukkustund eða eitthvað sko, eða 30, það er þá kannski hálftími eða 40 mínútur hver klukkustund, hver þáttur og fólk horfir kannski á þá alla saman eða það eru fólk sem ánetjast þessum 10 mínútan þáttum. Veistu hvað ég fór til Kína, ég held að verið í hérna Zhengzhou í Hönanfylki að þá fór ég í kvikmyndaver og í viðtalsþátt manni allar hvað það var eitthvað kínafræði, kínversk fræði eða eitthvað atburði líðandi stundar tengt því og allt saman útlendingar og tveir kínverjar eitthvað svona og þá var það verið sem vorum í það var að fjölda framleiða þætti svona 10 mínúta þætti fyrir bandaríska markað. Þeir voru framlega fyrir kínverska markað en svo kom í ljós að gífulegu markaðu fyrir þetta í bandaríkjunum. Og þá er það þannig vegna að innihaldið í öllum sem þáttum er vinátta og fjölskyldubönd og samheldni í fjölskyldum og eitthvað
sko, eitthvað barn týnist úr fjölskyldinu og svo finnst það kannski 30 ár seinna eða eitthvað, þá kemur í ljós að þetta er systir mín. Það er slík þemu. Og það bara mókselur í Bandaríkjunum og kemur að reyra... Til kínverskra bandaríkjamanna eða út allt? Bandaríkjaman. Og reyndar þegar ég heyrði þetta, þá sagði ég, já, auðvitað. Það fjölskyldan er í upplausn í Bandaríkjunum og hefur verið það frá því að þeir fluttust frá því að fjölskyldu brotnuðu upp í hérna kreppunni þegar kartefla uppskeran brást í hérna á Írlandi og hérna Bretar vildi ekki gefa mat að þá náttúrulega fluttust þeir til Bandaríkjanna og settust þar að og Ítalarnir og svo framvegis að þegar það voru vandamála þá fluttust þeir frá fjölskyldunum og mistu tengslum við fjölskyldunar. Stundum er það í menningu að við upphefjum eitthvað sem er raunverulega að deyja. Það er svona að tala, eins og ég held að séu allir eitthvað að tala íslenskuna hvað hann er merkilega en það er líklega vegna þess að við erum ekkert að gera í því og það er að deyja í öllum okkur. Þess að verðum við svo mærðarleg. Er það þannig að kynverjarnir séu að hefja upp fjölskylduna vegna þess að þeir kannski upplifa að hún er að deyja í höndunum, að hún stendur ekki undir þeim væntingum eða kröfum sem við gerum til hennar vegna þess að hún er orðin, það eru fáir í henni. Hún helst ekki saman. Nei. Það er nefnilega þannig að maðurinn, ég held að ef við tilum hvert er eðli mannsins, hvað er grunn eðli í mannlegum eiginleikum. Já, fjölskyldan við værum ekki til án hennar. Ég er ekki vissum að allir á Vesturlöndum myndu svara því. Þeir myndu segja einstaklingur. Já, þá eru þeir í vandamálum. Ég meina okkar menning. Okkar vandamáli veruleguleiti þessu, en sko okkar menning líka rómverska menningin og líka menning þeirra fjölskyldna sem fluttust frá Noregi á sínum tíma vildi ekki vera að drepa fólk í víkingaherferðum í Evrópu, að það var allt saman fjölskyldan er grunnur sem ekki er hægt að brjóta. Jú, við lifum núna á tímum með Vesturlöndu sem er þetta kalla upphafna einstaklingshyggju. Já, en og 20. öldin góðsagnu 20. öldarinnar var soldið sko einstaklinga sem að brutu sig út úr þorpinu og fóru einhver staðar til þess að voru til Bandaríkjanna. Já, fullkomnast með einhver mætti. Voru til Bandaríkjanna, Ástralíu, Nýja-Sjálands og þessar nýlendna sem voru sagðar mannlausar af siðmenntuðu fólki og fóru þangað til að siðmennta fólki. Sú tilraun í mannkynssögunni er eiginlega að renna sitt skeið og þessi sagðum að Bandaríkjamenn sem horfa á kínverska sápuóperur fjölskyldugildi sýnir nú eiginlega sko ansvarið. Þú ert að segja að þetta sé kannski vegna þess að það er að deyja. Ég veit ekki, sko breytingarna sem við stöndum frammi fyrir eru ekkert miðað við það sem er búið. Þegar í Kína? Nei, bara í heiminum. Kína er bara hluti að þessu. Þú meinar aðstæður langafa þíns og þín? Ég bara með róbótum og tölvugreind og öllu því. Sem á eftir að koma? Nei, það er byrjað og það er að gerast núna og við erum ekki það gamlir, ég vil þó að þú getur, ég vil þú lendir aftur á Landspítalanum og getur smitast af einhverju smittsjúkdóm og eitthvað svolítið. Það var alla líkur á því að þú munir sjá þetta og ég sjá þetta. Að við erum að byrja að horfa á upphafið á gífurlegum breytingum í öllum heiminum. Og þeir einu sem virðast vita hvert þeir eru að fara, almennilega, það er eiginlega Kínverjar. Og hvert eru þeir að fara? Ja, þeir eru að fara inn í samfélag sem er gengur fyrir fjölskyldugildum. Og hvað gerur þau þegar þú þarft ekki lengur að eyða öllum þessum tíma til þess að fara að vinna í líkamsvinnu? Hvað gerur þau fólkið? Já, þú getur gert, það er ein lausn er að senda það í stríð þess að þú sért í tölvuleik og eins og Bandaríkjamenn gerðu við afkomendur þrælana svörtu þrælana sem þau tóku með frá Afríku og sagðu þeim síðan einhvern tíma fyrir, þegar ég var krakki að það var það sagt að það mættu fara inn þegar ég var í barnaskóla að þeir mættu, ég var komin til menntaskóla þegar þeir máttu fara inn í kaffihúsin og hvítur kaffihúsin að nú eru þið almennilega, nú eru þið hvítir þeir alveg góður og hvítir og það alls saman og nú getur þið gengið í herinn og þú getur fengið virðingu og margir hafa gert það. Ég veit ekki alveg vestur hlutfallið af svörtum hermannum í bandaríska hernum meða við þjóðina. Ég held sem mun hærra hlutvallarinni.
Já, það bara mun hærra og það geta fengið virðingu fyrir það að læra að drepa fólk. Það er svona leið út úr fátækrahverfinu að fara í herinn eða slá í gegn í íþróttum. Já, og það er ekki slæmt það segir sjálfur sem verður þú lærir aga og þú lærir að færð félaga og eigi gildi og svo framvegis en það er millileikur. Það leysir ekki það sem við erum að fara inn í. Og styrjaldir, það getur ekki leyst þegar að róbótar, þegar við erum að tala drón, mannlaus vélmenni sem eru að berjast mannlaus vélmenni sem eru þá vantarlega framtíðas. Er þetta það sem við ætlum að gera við framtíðin? Það verður stæðsta breyting í sögu mannkísins. Algjörlega. Þegar yfirstéttin þarf ekki lengur á alþjóðinu að halda til þess að heyja stríð. Það er verra, sko. Notað dróna. Nei, þetta er miklu verra í rauninni vegna þess að hvað á þá fólki sem var að vinna í versmiðum að gera vegna þess að versmiðunar, þó Bandaríkjamenn séu ekki byrjar að nota versmiðu. Það getur drepið sig á ofáti, kyrsetu og einmannalega. Nákvæmlega. Er það framtíðin sem við ætlum að fara inn í? Er það ekki? Já, það er alltaf svo breyting þá er mannkynni búið. Þá er þessi tilraun mannkinn á jörðinni að þá er hún líðandi lok. Því að í rauninni eru sko breytingarnar á þeim skala, það er eins og Rómaríki án þræla. Það er að segja fólkið, yfirstéttin, nú þarf ekki að gera neitt, en yfirstéttin er allir. Sko, peningar eru gildislega. Ef það væri jafnskipt, sko. Já, nei, hvað gerur við peningar? Kaupir stærri flugvél? Enga þóttu? Hvert er það að leita? Peningar verða verðlaus. Yfirstéttin hefur auðgast og mun auðgast á drónunum og gervigrindinni, en sá auður mun ekki ganga til þeirra sem að mistu vinnuna. Það er ekki stórhluti mannkins sem lifir þennan veruleika ekki. Og ég er ekki vissum og þegar svo á Norðurlöndunum að þá myndum við ekki gera þetta. Á Norðurlöndunum þá erum við velferðarkerfi og það er í vissuleiti á að geta tekið við þessu og velferðarkerfið hefur hlutaði er starfkennsla eða kennsla, sko, að kenna fólki að mála, að fara á söngnámskeið, þjóðdansa, alveg börn. Hvers vegna þegar kona er að fara eignast barn þá Við erum með svona ástand til dæmis í sagnfræðideildinni í háskólanum. Mér er sett að þessi heila allir gráhærðir nefndundir. Já, nefndur að þeir gráhærðir. Já, það er lausnin. Já, nú getur farið að stúdera mannin og læra siðgæði. Kínversk orði yfir kennslu, það er gert úr, að sína þannig að getur sett það á skjáin, hvernig það er búið til, að það er vinstri hlutin af því tákni er samansett af barni og gamalmenni og sá hluti er sérstatá sem þýðir sjá og það þýðir fjölskyldu dygð eða fjölskyldu gildi og það er að sá eldri á að veita barninu leiðsögn og barnið á að hlýða og það er allir leggja áherslu á að hlýða foreldrar, en það er í kristinni trú og líka svolítið tiltengdis í Kína, en í rauninni er það ekki svoleiðis, þetta er gagnkvæm tengsl sem er á milli foreldra eða eldra fólks, af og ömmu og barns sem er að vera til fyrirmyndar og fylgja fyrirmyndinni og vera góður. Og síðan er hægri hlutin, það er mentir að vera, og það er þá eins og að vera góður í þess vegna í bókfimi eða fimmleikum eða í... Hvað er svona persónulegri hæfni? Já, persónulegri hæfni að skrifa, eða mála, vera málari eða skrifa, eða gera góða, gera góðar sögur á félagsmiðlum eða eitthvað svo framvegis. Það er að kenna. Og það getum bara gert alla æfina þess vegna. En er það ekki í þessu merki eða þessu tákni sem þú ert að tala um, er það ekki hugmyndur um það að ég læri eitthvað sem að gagnast síðan öllum? Ekki þessu. Stundu þegar ég var á Facebook þá best til mér svona stuttarmyndi frá Kína af einhverju manni sem er að búa til eitthvað gamalt hljóðfæri, byrjar á því að fara út í skó að sækja bambus og
og hérna er náttúrulega dásalegt að horfa á þetta því það er svo gaman að horfa á fólk gera eitthvað vel. En þetta er gert með bara stjarnfræðilegri nætni og tekur kannski 3 ár. Já. Og maður hugsa það hvað fallegt að horfa hann að mann búa til þetta hljóðfærið 3 ár, búa til litin og allt sem að þarf í þetta og öll þessi hefð sem er varðveitt inn í þessu. Og svo hugsa maður líka, það er líka eitthvað fallegt við fólki sem er að búa til þessa mynd sem hefur fylgst með þessum manni í 3 ár til þess að senda mér 8 mínútur. Þú fylgist með því, sko, í 8 mínútur. Þetta er líklega dæmi þessar 8 myndir sem Bandaríkjamenn eru að horfa á. Ég hef ekki séð þetta, en þetta er dæmi gert. Sko, þannig að Því ég horfði einu sinni í 8 mínútur, þá fæ ég alltaf aftur og aftur algoritminn. Vissum að ég er hugfanginn af kínversku handverki, sem er engin vend að verða það, því þetta er eiginlega ævintýralegt. Já, þetta er það sem, þetta er framtíðin, sko, ekki öll framtíðin, en þetta er hluti af því. Og hvað vitum við heiminn? Þú varst með einhvern eðlisfræðing sem var að tala strengjakenninguna, ekki, og kvantumkenningin og allt þetta. Við vitum eiginlega ekki neitt ennþá. Við erum rétt að byrja, þannig að við getum haldið áfram að læra og svo er eitt, Kínverjar voru til að uppteknar af því og allur heimurinn var upptekinn af því að Kínverjar hefðu ekki frumkvæði þess að eina sem þið gæti gert var að læra af Vesturlöndum. Er það svoleiðis? Það trúið því engin lengur. Nei, það er nefnilega. Það gerist á 3 árum. Þú ert að átti við Lárus Thorlacius professor. Ég vil að mæli með því með þetta skemmtilegt. Já, ég horfði bara að hluta á því. Og það tók svolítið langa tíma að reyna að berja einhver viti í hausinu á mér. Það var að lýsa flóknum hlutum. Já, það er, ég held ég hafi sendt þér eitthvað þegar þú varst á sjúkrahúsinu þegar ég var að tala að framtíðin væri kvantumskipti máli fyrir það. Sko vegna þegar kvantumtölvur eru að koma allt breytist, allt er rétt að byrja að breytast. Hann var að tala þær. Já. Heyrðu, en að því að þú segir þetta og margt af því sem þú segja að þá þú eins og hafið trú á manninum. Þegar að veru frelsuð frá vinnunni og fáum raunverulega tækifæri til að gera hvað sem er, að þá opnast einhver stórkostlur heimur og sem að við munum líklega ná að lifa að sjá inn í áður en við gespum kólunni. En má það ekki samt vera þannig og maður getur byggt það á kynnum sínum af manninum að þegar hann er frelsaður frá vinnunni og öllu og þú, kæri maður, þú mátt gera allt og þá bara kemur í ljós að honum dettur ekki neitt í huga að gera. Já, sko, þess vegna var ég að reyna að byrja að segja þér að norræn samfélag og raunverulega vestnorræn samfélag hafa vísi að þessu. Við erum með þessa hugmynd að það sé hægt að betra bæta fólk með því að kenna því og að það sé eitthvað sem fólk margir geta unnið við og kínversk samfélag er grunnhugtak í kínversku samfélagi. Þetta er svolítið erfiðara að vera í Bandaríkjunum en það virðist vera mismunandi eftir mismunandi ríkjum í Bandaríkjunum vegna þess að segja að þetta sé ekki bandaríska menningu, það passar ekki því að það er í fjöldanallur af ríkjum þar sem þetta er í lagi. En að mannkyni, Trump er búin að fara í 2-3 eða tilgjast allavega 2 eða 3 stríðum og ráðast á hitt og þetta og síðan og eftir seinni heimsstyrjöld eftir sig endalok kalda stríðsins þegar annað hrekkjusvíni þar að segja Sovétríkin hægt að geta hrekt íbúa síns svæðis og segast þeim að þau væri í fullkomnu samfélagi að þá var hitt hrekkjusvíni eða bölli sko enskunni að þá töpuðu jafnvæginu og síðan hafður endalausum stríðum að kenna fólki að það verður að hlýða. Þetta er ekki framtíðin. Ég held að þetta sem er að gerast núna, við sjáum tölunar yfir þá sem er að deyja í þessum styrjöldum. Það er ekkert á sem voru í lok 19. aldar og upphafið 20. aldar, mér sé Napóleonstríðin eða sem er umverulega fyrsta heimsstríði eða í þessum fyrri og seinni heimsstyrjöldinni. Það voru milljónir sem létust. Það er orðið svo til svo hugmynd í Bandaríkjunum til dæmis að það sé óásættanlegt að bandarískur hermaður deyji í stríði. Já, það er upphafið. Hvað ætlaði þá að gera? Ætlaði það ríka fólki sem getur ráðið hvað það gerir að fara að eyða tímanum við að búa til tæki til þess að vera eyðilögð af vinnu sínum
sem það þekkir einhvers staðar hefur hitt í boðum einhvers staðar hjá fínu fólki annars staðar. Það held ég nú það. En þeir eru að fara til Mars, það ekki? Og ég vil aðeins tala áfram trúna á mannina, því ég held að tengist svona það sé leið til þess að skilja kannski Kína. Ef við göngum frá því að róbótar og gervigreind og fleira munu opna tækifæri fyrir samfélögin að þróast með öðrum hætti heldur þau gert hingað til og líklega þá betri hætti. En til þess að samfélagin gerir það þá þarf að vera einhver svona sátt innan samfélaginu hvert við að fara. Ef það er ekki þá munu þeir bara auðgast sem hafa eitthvað tök á tækninni og það mun síðan leiða til einhverja gríðarlega átaka og blóðsútdellinga og þessi tækni mun geta af sér óróa tíma. Lítur svo á að Kína sé tilbúnar að taka við þessu tæknibreytingum heldur en til þess Bandaríkin. Já. En Bandaríkin, það er alveg klárt. Hvort það er eitthvað mikið... Veistu ekki alveg með Evrópu? Ég veit ekki alveg með Evrópu, eða Ísland yfirleitt. Íslendingar eru góðir í sér. Þeir vilja ekki vera... Þjóðin... Það hefur nú verið reynt að flytja inn svolítið sem anstíkilegheit undanfærinni misseri. Já, ég meina það og bara hárið rísa á hverjum einasta manni á Íslandi, þannig að við þolum það ekki, þetta er ástæðan ef við segjum ég get eiginlega ekki talað nútíman að þess að fara 1000 ár aftur í tíman eða 2000 ár eða 3000 ár til forsögulega tíma. Mannkynið var til fyrir forsögulega tíma. Jeffrey Sachs er bandarískur þjóðfélagsvísindamaður sem stjórnmálafræðingur sem hefur skrifað töluvert mikið og meðal annars hnattvæðinguna og hann bendir á það að og væntanlega þá í sem viðbrögð við var allir að tala silkileiðina og hnattvæðingu viðskiptalífsins og framvegis að hnattvæðing heimsins eða hnattvæðing mannfélagsins að það byrjaði bara gekk mjög hægt fyrir 1000-2000 ára þegar að tækni var að breiðast út mjög hægt en mannkynið hefur að þróast svona nokkuð samstíga og nú er það bara að gera svo ofboðslega hratt. Þannig að ég trú á þessu og að mannkynið það er til þess að skilja manni það voru átt og að samfélag séu öðruvísi. Það er ekki vegna þessu eðlislægt öðruvísi. Samfélag hvort það er Kína eða Bandaríkin eða Ísland eða eitthvað, að þau eru ekki eðlislægt góð eða slæm. Þau er eitthvað sem gengur mjög hægt að breytast en maðurinn sem einstaklingur og heilinn í manninum að hann er mótanlegur og þetta hefur verið gert í styrjöldum með heilað þó fólk. Við gerum það. Hverju voru að Bretar sem voru að byrja að banna að börnum að vera á samfélagsmiðlum? Voru ekki Bretar að setja inn í bresku lög núna bara í vikunni? Ég man ekki verið. Ég held að 18 ára, nei 16 ára. Þetta hefur verið kert starmar. Já. Og síðan í Evrópa og Ástralía og svo að byrja á þessu. Þannig að það er ákveðin skilningur á því að það er ekki hægt að láta einstaklinga ákveða sjálfur, sérstaklega ekki þeir sem í mótun á unga aldri, ákveða það þegar ég að læra ofbeldi sem eitthvað að það móta heila með þeim hætti að þeir sækist eftir kynferðislegu ofbeldi og að kynhvötin henni verði ekki fullnægt með ofbeldi eins og sumir eru, það var greinilega eitthvað verið mótaði slíkt með þessum hætti. Við samfélagi móta hugsunina en hugsunin er upphaflega ekki eðlislægt góð eða slæm og síðan ef maður hugsar sér mannkynið í heild sinni að þá voru að líta á þess afleiðingar iðnvæðingar hennar og sem iðnvæðingi var fjármögnuð með heimsvaldastefnunni með þræla viðskiptum og svo framvegis. Var það slæmt eða gott? Við erum að horfa á það núna. Hvað er niðurstöðunar af því sem gerðist fyrir 1000 árum? Eða fyrir 300 árum eða hvernig við lítum á upp að þessa. Við erum að horfa á afleiðingar Rómaveldis. Við erum að horfa á upp á kínverska menningar. Við erum að horfa á eitthvað sem gerðist þegar fólki byrjaði að læra að skrifa. Þannig hugsa ég því. Ég held að við þurfum eiginlega til að skilja. Þannig ég á að spyrja þig afleiðingarnar af samfélagsmiðlunum kannski eftir svona 1000 ár. Nei, ég held að við þurfum bara að hittast aftur og tala kannski aðferðafræðina
og söguna kannski í öðru samtali sko, en ég bjartsýnn. Því mér langar að því við sömuleitt erum við að tala um hvernig þetta móta samfélag þannig að það þróist með góðum hætti. Þú nefnir með samfélagsmiðlana og banna og notkun samfélagsmiðla til barna og maður velti stundum fyrir sig hvernig á þetta eiginlega hvernig er þetta að halda þessu? Já, hvernig á þetta virka? Því að næsta skref náttúrulega að þú bara ferð og stýrir því hvað er inn á samfélagsmiðlunum líka hjá fullorðna og það er náttúrulega ekkert vit í því svo sem að láta eitthvað klám vaða yfir alla okkar menningu. Til hvers vorum við að byggja upp þessa menningu ef við ætlum bara að drekkin í drullu síðan bara daginn eftir. En þá ertu komin á stað sem að Vesturlandabúar eiga svo erfitt með. Hver ætlar að banna þetta? Hver hefur guðudauður? Þannig hver hefur valdið til að banna þetta? Og við höfum ekki kínverska kommunistaflokki til þess að gera það. Nei, og hann er ekki alltaf að gera rétta hluti heldur, sko, en það þetta er stóra vandamáli sem við stöndum framfyrir og ég er ekki með svar. Nei. En ég er bjartsýnn. Þegar þú sagðir þetta að áðan að sjá hvað ég var í bjartsýnn. Ég veit að ef móðir minn var á lífi þá var hún mjög ánægð vegna þetta er það sem mér var innrætt á barnæsku og komin að 4 kynslóðum ekki prestum og það allt saman og afi minn sér að Halldór Kolbens hann sagði kendi mér esperanto eina setningu það er mesta spona knap og ég er góður strákur það var fyrsta setningi sem ég lærði á því máli og síðan var náttúrulega kærleiksboðskapurinn var innihaldið í hans guðstrú. Sko, ég veit ekki. Þannig þú horfast í augu við það að maðurinn er skepna, en hann er samt góður. Já, það er hægt að, ef þú ferð og farðir nýfótan hvolp, að þá getur bæði það með hann til þess að vera varðhundur og ráðast á það sem hann sér og til þess að vera kjölturækki og maðurinn er og þú getur líka ekki alaðin upp þannig hann ætlar að verða húsbóndin á heimilinu og gerir líf þitt óbærilegt. Nei, hann getur ekki tala hvort þið er sko, en það er en fólk er eins að þessu leiti, það getur breyst og við getum breytt okkur og við erum nægilega skynsum til þess að taka ákvörðun sjálf, þar sem mannkynni, ég er ekki að tala um sko ákvörðun, svo hugmynd að hver og einn einstaklingur taki ákvörðun fyrir alla, hún gengur ekki. Ég held að við séum svolítið þar sko. Við erum svolítið þar, við erum að villast. Og við höfum líka trú á einstaklingnum. En við höfum ekki trú á samfélaginu. Ég held að það sé eiginlega veikleiki okkar sko. Það getur vel verið það sé. Ég er ekki komið svona langt að ég er að hugsa um þjóðsöguna verulega leiti. En ef þú hugsaður um það, sko, vestrænt lýðræði eins og er í dag, að það snýst eiginlega að velja viðvanninga sem kunna að halda ræður eins og Hitler eða og eru populistar sko, en það var merkingin í orðinu lýðræði þegar demokrasi, þegar Grikkinu voru að tala um það var populismi eða lýðskurum bara lýðskurum og lýðræði það er upphaflega merkingin og þetta er ágætis fólk sem við veljum til Alþingis en við veljum það vegna þess að við þekkjum það eða vegna þess að þeir hafa komið vel fyrir eða vegna þess að þeir eru með bakgrunn sem hefur engan menntun og ég hef engan menntun og þess að ég ætla að velja einhvern sem hefur engan menntun. Þetta, sko, lýðræði við getum farið, kannski gerast það þannig að við fyrir að velja einhverja sem eru hæfir og hafa menntast sem í stjórnun eða hvað svo leiðis. Og þeim kynverunum hafa tekið það? Það hefur innbyggt í þeirra kerfi alveg frá upphafi og vandamáli sem þeir eiga við að stríða er að það er innbyggt inn í kerfið vegna sko nepotismi eða vinatengsl og frændatengsl að þau spilla og menn hafa tilhengu til þess að velja einhverja vini og kunningja og gera hluti fyrir persónulega hagnað og slíkt. Það er spilling og það hefur fellt kínverska kerfið ótal-oft í sögunni. Það er endar merkilegt, ég hef verið að velta þessu mikið fyrir mér og það er umverulega mjög margir að velta þessu fyrir sér í Kína og annars þar í heiminum og ég sé ekki betur en að mjög oft þá tengist það saman að samfélög verða þá hervætt vegna
delna eða árás á átaka við önnur ríki, að það veldur spillingu. Það er að segja að styrjaldarnir sjálfu það leiða til niðurbrot þess lýðræði sem fólk hefur reyna að koma upp og því eftirliti sem almenningseftirliti með stjórnmálamönnum og slíku og þá verður grasserandi spilling í þjóðfélögu styrjaldarástand. Ég sé ekki betur en að til dæmis þar sem innanlandsstríðið í Rússlandi, Úkraínu sem er náttúrulega bara sama en menning. Þetta eru 2 spiltustu ríki í Evrópu, bæði lýðræðislega kosnir stjórnmálamenn, þeir bara kjósa sér svona stjórnmálamenn sem eru spiltir og eru valda eins og Putin, hann er Stalin og Ivan Grimmi og bara holdgerfingur þeirra, en hann er kosin samkvæmt leikreglum vestrans lýðræðis, við kendum við það og svo fórum við og heldum að þeir myndu bara gera það saman við kjósa viðvaninga sem væri ekki valdagráður eða eitthvað, eða hvað við hugsa, ég held að menn hafi ekki hugsað mikið, en Úkraínu er það nákvæmlega eins. Úkraína var á listanum áður en þetta stríðbyrjaði sem spiltasta ríkið í Evrópu og þá tók Rússland ekki með og einhverja ástæðu þeirra Evrópa og við hér á Íslandi þá finnst okkur að við að taka afstöðu til þess þeirra hagnaður þessum árásum og þessum vopnum og allt þetta sem legur út allt. Það skapar auðkýfinga í Úkraínu og Rússlandi og erlendis út allt og hvað í ósköpunum hefur það með evrópska hagsmuni að gera eða okkar hagsmuni að reyna að fá þessa menningun inn í sig. Þannig að það var skrítið hvernig þetta verður. Þú upplifir það ekki að það sé verið að berjast fyrir frelsi okkar á víglínunni í Donbass? Það er bara alls ekki, það er nú þegar að þá hefur Úkraínu verið veðsett 2-3 yfir og þeir eiga ekki krónu, almenningur á ekkert í þessu ríki. Og mun ekki eiga næstu aldir. Nei, ég get ekki séð það. Og ég er Rússland, ég er ekki þar með að bera blaka Rússar réðust á það tveir ofbeldismenn eða 2 ofbeldissjóðir sem berja saman hver er góður. Herðu, Ragnar, gaman að fá þig hérna til landsins og að Rauðaborðinu og þú eiginlega sagðir það áðan að við þyrftum eiginlega að taka upp þráðinn aftur, þannig ég vona að þú komum bara sem fyrst aftur að spila. Gaman að tala þig. Takk að þessum er leðis. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og tímann sem við lifum. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.